Veggja- og götulist af ýmsum toga í hraðri sókn. Safnstjóri Listasafns Íslands segir að ef til vill sé upphaf nýrrar grísk-rómverskrar bylgju að ræða og þykir þróunin skemmtileg. Hafsteinn Hauksson segir frá. Undanfarin ár hefur allskyns veggjalist verið að sækja í sig veðrið og nú á dögunum bættist risastórt verk í safnið. Flatus lifir enn í Kollafirði og hefur aldrei verið tilkomumeiri. Það virðist vera sem svo að menn séu bara seint og beint farnir að nota veggi, svona auða veggi til þess að tjá sig á, og það held ég að sé hið besta mál. Já, þá munur á svona veggjakroti og veggjalist? Það mikill munur. Það er í rauninni eðlismunur. Halldór bendir á að málaralistin hafi eitt sinn helst verið á veggjum og nefnir freskur fornaldar sem dæmi. Þannig að ef til vill erum við að sjá núna upphaf nýrrar grísk-rómverskrar bylgju. Það væri skemmtilegt. Veggirnir í Reykjavík eru þó kannski ekki alveg farnir að minna á Sixtínsku kapelluna ennþá, en það er þó ljóst að veggjalistin sem þar nýtur sín vel og er skemmtileg götuprýði. Mörg verkanna í Reykjavík eru engin smá smíði og þekja margra metra háa húsveggi. Í góðu veðri stirnir svo á fossinn í Bankastrætinu og það sama verður sagt bæði jökulinn á Klapparstíg og lekandi hraunið á Hverfisgötunni sem virðist næstum raunverulegt þegar það bærist í golunni. Og hérna í litlu porti á bakvið veitingastæðin Prikið er eitt af stærstu grafíti-listaverkunum í Reykjavík. Ítölsku meistararnir voru í einhverjum tilfellum mörg ár að klára eitt svona verk, en þeir sem gerðu þetta hér voru nú aðeins skemur, eða 6 klukkutíma á menninganótt á síðast ári. Það kaus svo standa til að endurtaka leikinn á næstu menninganótt og skreyta vegginn aftur. Enda eitt fylgifiskur þess að mála á veggi en ekki striga að listaverkin eru lifandi og taka fyrir vikið sífelldum breytingum.